burt fljúðu fljótt í frelsisleit miðja nótt. Svo fundu þeir sér fögur hús í friðsælum garði. Smjörpattar sér byggðu bú, þeir búa þar víst ennþá nú. Þeir fundu þarna allt til alls áður en varði. Þarna heyrðuð þið lag sem skarar sjálfsagt eldað glæðum minningana hjá mörgum. Þetta er lagið Smjattpattana úr samnefndum barnaþáttum sem sýndir voru á RÚV á 9. áratugnum. Þetta og margt fleira nostalgíu vekjandi efni má finna á Óskarúv. Hingað er komin Elísabet Ólafsdóttir hjá samskiptari sviði RÚV. Vertu velkomin. Þakka kærlega fyrir. Óskarúv, segðu mér aðeins frá þessu verkefni. Þetta er sem sagt okkar tilraun, svona fyrsta tilraun til að gefa þjóðinni aðgang að gullaldarsafni RÚV. Já. Við erum með alveg risastórt safn og það hefur verið draumur okkar mjög lengi, okkar sem vinnum hérna á RÚV og margra Íslendinga að koma safninu á rafrænt form. En það kostar peninga og vinnuafl og þetta gengur rosalega hægt. Sérstaklega í ljósi þess að í hverri viku verða til 400 nýjar upptökur fyrir safn RÚV. Einmitt. Þannig að svona til að aðeins að gefa fólki innsýn í hvað er til, þá byggum við til Óskarúv sem er í rauninni bara á rúv.is/Óskarúv og á Facebook síðan okkar, við erum RÚV eða /RÚV OHF ef þið viljið fara beint inn. Á hverju mánudegi þá gef ég sem sagt vinum okkar á Facebook tækifæri til að biðja einhverja epík. Já. Og það er rosalega skemmtilegt hvers konar óskir er að koma þarna inn. Það er stundin okkar kom á Fáskrúðsfjörð og tók viðtal við mig því ég var 6 ára og mér langar ógeðslega að sjá það og fullt af svona skemmtileg heitum. Uppástef og popkorni með Jóni Ólafs Einmitt, Jón var ekki hress. Svo sætum með grölunar alveg hann það er æðislega kynnir í popkorni 88. En hversu mikið er undir í þessu? Er þetta bara íslenskt efni, er þetta líka erlent efni og hversu langt aftur nær þetta? Þetta nær bara til 1960, þú veist. Þetta er alveg bara það sem er til hjá okkur og það sem hefur verið varavitt. Og ég er búin að taka myndir núna af öllu ferlinu hvers konar vinna það er að ná í eina klippu og kominni á vefinn. Og þetta má ekki vera leikið efni sem að við höfum ekki réttinn á að sýna. Einmitt. Sem sagt, gætt að því hvað þú gerir maður. Ég má ekki birta það eins mikið og ég vil. Það er alveg búið að biðja mjög mikið það. Við verðum eiginlega bara að fá réttinn til að birta það. En þetta er sem sagt öll tónlist fyrir 2008, hún er leyfileg og allir viðtalsþættir og eiginlega bara allt sem RÚV á. Já, allt svona dagskrárgerð sem er unnið hérna innan hús. Já, og ég fann til dæmis hugvekju daginn sem er nú kannski ekki mjög kynnt á hvað fullt vefefni. Jú, ég sendi. En þannig ég sendi það bara á aðstandandan sem bað það. Já. Og hún var alveg óskaplega ánægð. Þannig að þú sendir líka bara beint á fólk eða óskar eftir því eða? Já, ef ég rekst á eitthvað meðan ég er að leita eitthvað öðru og þá svona, ef ég rekst á eitthvað mjög fyndið sem að ég er alveg vissum að aðeirinn, þú veist, myndi elska að fá, þá bara Facebooka ég hann og sé hvort hann er með Facebook og bara með kveðju frá Óskarúv. Er ekki hrikalega gaman að vinna í þessu, að vera að grúska í þessu gamla efni? Þetta er svo ógeðslega skemmtilegt og þetta er rosalega þakklátt starf. Mér finnst það alveg frá dagarnir mínir eru bara betri eftir þetta byrjaði. Þetta er alltaf á mánudögum, þá getur fólk haft samband við þig á RÚV OHF. Já, bara koma á Facebookið og það er alltaf ein fersla á mánudögum, bara hver er óskin þín þessa vikuna og á miðvikudögum þá fer ég að finna þetta og ég birti myndböndum fyrir helgi. Þannig að fólk hefur frá mánudegi til miðvikudags að leggja inn ósk en svo bara er nýr óskalisti næsta mánudag. Ég fer aldrei aftur í vikur. Þannig að það þarf þá að ítreka óskina ef hún rættist ekki þá vikuna. Ef hún rættist ekki þá vikuna. Kæra þakki fyrir komuna Elísabet Ólafsdóttir hjá samskiptasviði RÚV. Takk sömuleiðis.